bæjarfulltrúar og ágætu gestir og þeir sem fylgist með í útsendingu frá þessum fundi bæjarstjórnar. Við bregðum út af vananum hér í dag með því að setja ekki fund hér strax í upphafi, heldur ætlum við að takast á hendur það ánægjulega verkefni að veita hér viðurkenningar íþróttafólki Fljótsdalshéraðs 2019. Þetta er nýbreytni sem að Íþrótta- og tómstundanefnd gekkst fyrir að veita sérstaka viðurkenningu íþróttafólki sem skarað hefur fram úr í sveitarfélaginu og það fór þannig fram að það var kallað eftir tilnefningum og úr þeim tilnefningum var síðan valið og það voru 3 tilnefndir í flokki íþróttamanns ársins og 3 tilnefndir í flokki íþróttakonu ársins og eftir það var kosning á netinu og úrslit liggja nú fyrir. Þannig að ég fékk hér það ánægjulega verkefni að fara hér yfir þá sem að hljóta viðurkenninguna þessu sinni. Nú ætlum að byrja á því að veita viðurkenningu fyrir íþróttakonu ársins 2019 á Fljótsdalshéraði og það er þá viðurkenningu hlýtur Lísbet Eva Halldórsdóttir fimleikakona. Lísbet er á 17. ári, hefur æft fimleika frá 4 ára aldri og hafa fimleikar átt hug hennar frá því hún mætti á fyrstu æfingu. Í unglingaflokki kvenna hefur Lísbet verið bæði bikar og deildarmeistari. Í blönduðu liði unglinga hefur Lísbet verið bæði bikar Íslands og deildarmeistari. Og síðan Lísbet byrjaði að keppa hefur hún verið á palli nánast á öllum mótum síðan 2013 með liðum sínum og náði einum besta árangri sem fimleikakona í hetti hefur náð. Lísbet hefur tvisvar sinnum náð lágmörkum til að taka þátt í úrtaksæfingum fimleika sambands Íslands fyrir Evrópumóti í hópfimleikum árið 2015 og 2017. Og Lísbet er einnig yngsta stúlka innan fimleikadeildar Hattar sem hefur náð inn á úrtaksæfingu FSÍ. Þið heyrið það að hún er vel að þessari viðurkenningu komin og ég ætla að biðja ykkur að klappa fyrir henni og biðja hann að koma hér upp. Og viðurkenninguna veitir Sigurður Gunnarsson, formaður Íþrótta- og tómstundanefndar. Og þá er það næst að veita viðurkenningu fyrir íþróttamann ársins á Fljótsdalshéraði og það er Gabriel Arnarsson, kraftlyftingamaður. Gabriel er 19 ára, hefur keppt í kraftlyftingum síðan 2016 og keppt fyrir lyftingafélag Austurlands frá stofnun félagsins 2017. Gabriel á að baki 3 Íslandsmeistaratitla í sínum þyngdarflokki árið 2017, 2018 og 2019. Hann keppti með íslenska landsliðinu í kraftlyftingum á Norðurlandamóti ungmenna árið 2018 og varð Norðurlandameistari. Gabriel hefur undanfarið ár verið að æfa ólympískar lyftingar og fékk boð á Norðurlandamót nú í nóvember. Gabriel er góð fyrirmynd, agaður og skipulagður íþróttamaður, æfir af miklum krafti og leggur hart að sér til að ná árangri. Og Gabriel gat því miður ekki verið með okkur hér í dag en við fáum næst besta kostin. Bróðir hans, Mikael Arnarsson, ætlar að koma að taka við viðurkenningunni fyrir hans hönd og það er sem fyrir Sigurður Gunnarsson, formaður Íþrótta- og tómstundanefndar sem veitir viðurkenningu.
11. fundur bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs haldinn 15. janúar 2020 og fyrir fundi þessum liggja alls 7 dagskrármál og göngum við að venju til hins fyrsta fyrst en þannig háttar til að fyrstu 3 dagskrárliðirnir raunar eru fundargerðir bæjarráðs Fljótsdalshéraðs sem að og þessi fundir voru haldnir á meðan að bæjarráð fór með fullnaðarafgreiðslu umboði jólaleyfi bæjarstjórnar en ég mun taka þá fyrir hvert fyrir sig og opna mælendaskrá og einhverju óskar eftir að taka til máls en að öðru leyti eru fundargerðirnar einfaldlega lagðar hér fram þar sem ekkert er þar til staðfestingar. En það er þá fyrsti liður, orðið er laust, er einhver sem óskar eftir að taka til máls undir þeim lið. 493. fundur bæjarráðs. Ef svo er ekki, að þá loka ég mælendaskránni og það er bókað að fundargerðin hafi verið lögð fram. Annar liður, það er fundargerð 494. fundar bæjarráðs Fljótsdalshéraðs og orðið er laust undir þessum lið er einhver sem óskar eftir að taka til máls. Ef svo er ekki, þá er mælendaskrá lokað og bókað að fundargerðin sé lögð fram bæjarstjórn. Og við göngum þá til 3. dagskrárliðar, það er fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs af 495. fundi ráðsins og orðið er laust undir þessum lið er einhver sem óskar eftir að taka til máls. Gunnar Jónsson, bæjarstjórn. Forseti, gott fundafólk. Langar aðeins að koma hér upp undir lið held ég megi segja, ég misti nú hérna eitthvað greit vitlaust á tölvunni hjá mér. Liður 12. Það er umsagnarbeiðni tillögu til þingsályktunar 5 ára samgönguáætlun fyrir árið 2020 til 2024. Hér liggur fyrir ákveðin bókun sem er gerð í bæjarráði og mér finnst rétt og mér er mjög ljúft að vekja athygli á þessari bókun líka. Í þessum tillögum eða þingsályktunartillögu að 5 ára samgönguáætlun eru inni mjög jákvæðir hlutir fyrir Austurland og okkar sveitafélag eða það sameinaða sveitafélag sem að er að verða hér á vordögum. Þarna vil ég sérstaklega draga út 2 framkvæmdir sem er annars vegar heilsársvegur yfir Öxi og hins vegar göng undir Fjarðarheiði til Seyðisfjarðar. Þetta er að mínu viti ákveðin grunnur að því að vel megi tiltakast í sameiningu þessara sveitafélaga og var í raun og veru ákveðið lagt upp með það að þetta væru lykil framkvæmdir sem við þyrftum til þess. En við skulum ekki horfa þröngt á þetta að þetta sé bara fyrir þetta sameinaða sveitafélag, heldur vil ég nú meina það eins og ég sagði hér í upphafi að þetta væru afskaplega þarfir og mikilvægir áfangar fyrir Austurland allt saman og svo sem landsbyggðina alla. Það er nú samt þannig að hér hafa menn talað að framkvæmdir hefjist við Axarveg, heilsársveg yfir Öxi árið 2020. Þetta hafa ráðamenn gert hér á fundum og þetta hefur líka komið fram í aðdraganda kosninga til sameinaðs sveitafélags. En þannig vill nú til, þannig að ég tala nú það sem að mér finnst svolítið niður í þessum drögum, er það að það eru einhver aurar inni til þess að hefja undirbúning og hönnun og loka samningagerð og útboðsgerð á Axarvegi á þessu ári sem nú er nýhafið. Og þess vegna fagna ég því mjög að það kemur þarna fram í þessari bókun bæjarráðs að þar sem er farið fram á það að þarna verði ákveðni fjármunir inni þannig að það verði hægt að hefja þessa undirbúningsvinnu þannig að raunverulegar framkvæmdir geti jú vissulega tekið átt sér stað, útboð sér lokið á þessu ári og það sé hægt að komast af stað með raunverulegar framkvæmdir á
árinu 2021. Þetta langar mig til þess að benda á, en þarna kemur líka fram að það reiknað með því að það sé á þessu ári 2020 líka vinna við fyrsta eða sem sagt að göngum undir Fjarðarheiði. Þetta lítur að vera gífurlega stórt mál fyrir okkur, enda búið að vera baráttumál, ég veit ekki hvað lengi, ansi lengi, en ég ætla samt að segja það, þó að hér hafi verið ýmis orðfallið og ég vil nú ekki segja loforð, en vissulega eru það loforð, en það eru kannski orð og við höfum slæma reynslu af því hér að menn hafa kiknað í hnjálegunum á Alþingi og ekki komið með fjármuni sem til þarf í vegaframkvæmdir þegar á hefur reynt. Við höfum reynsla því í gegnum tíðina. Og þess vegna held ég að það sé fyllsta ástæða til þess að við verðum mjög á, á vaktinni, að þarna komi fjármunir, að þetta séu ekki innan tóm orð, þau eru jú fallin og ég er ekkert að ætla mönnum það, en ég veit að þessi hlutir eru ekki frágengnir í þinginu og þar eru margar raddir. Og þetta, hvar sem menn eru hér staddir í pólitík eða annað, þá þurfum við að standa að vörðum þetta og fylgja þessu eftir að nú séu það meir en orð, við viljum fá þessa fjármuni þannig að þessa framkvæmdir eigi sér stað eins og hefur verið talað. Á þetta vil ég benda, en á öðru leyti vísa ég bara til þessari bókum sem að tekur á ýmsum jákvæðum þáttum, eins og meðal annars nefnir vegagerð fyrsta áfanga í alvöru vegi upp á Efra Jökuldal, veg yfir Vatnsskarð. Á sama skapi hér aðeins komið inn á það að það eru vonbrigði að það er frestun á veginum Eiðar-Laufás. Þetta vil ég nefna og koma þessu á framfæri, og það er eðlilegt að við öll fylgjumst vel með þessu framganginum í þinginu á næstu mánuði. Guðna Jónsson hefur lokið máli sínum. Hann Karl Hilmarsson bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar, starfsmenn. Mér langar að taka undir bara með Gunnar Jónssoni, bæjarfulltrúa í 12. lið þessara fundargerðar. Þetta langar að nýta tækifæri bara að undir lið 3.3 viðurkenningar fyrir íþróttafólk Fljótsdalshéraðs að óska þess unga íþróttafólki til hamingju, framtíðinni björtu á þessum krökkum og bara innilega til hamingju, vel gert. Takk. Hannes Karl Hilmarsson hefur lokið máli sínu og Björn Björnsdóttir bæjarfulltrúi hefur lokið máli. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Mér langar til að óska ykkur öllum gleðilegs nýs árs og biðjast eiginlega afsökunar á því að vera komið hér í pontu. Það er landsleikur í gangi og ekki vinsælt að tefja þennan fund neitt sérstaklega mikið. En ég ætla nú samt að aðeins, annan væri nú takti. Ég tek undir orð háttvirts bæjarfulltrúa Gunnars Jónssonar og Hannesar Karls Hilmarssonar hvað varðar lið númer 12 í þessari fundargerð. Við erum vonandi að sjá fram á loksins einhverjar framkvæmdir í vegamálum hér eystra, en ég deili alveg vonbrigðum Gunnars hvað varðar uppbyggingun og Axarvegi, þar að segja. Ég hefði viljað sjá að það væri farið á stað og eins og réttilega kemur fram í þeirri bókun sem að hér liggur fyrir, að það er ekki einu sinni gert ráð fyrir því að það sé farið í þessa samningagerð við landeigendur sem að ég held að dæmin sanni nú að getur verið ansi tímafrek og jafnvel strembin. En almennt, af því að Gunnar fjallaði nú um það að á Alþingi væri oft, eða alþingismenn væru gjarnan og að ráðherrar að lofa okkur hinn og öðru og síðan væri minna efndir, að
mér finnst einhvern veginn að atburðir dagsins í dag á Vestfjörðum og svo óveðrið sem var fyrir jólin þar sem að hinnar dreifðu byggðir urðu svolítið illa úti, segja okkur allt um það að við þurfum að einmitt að standa vörð og kannski vera ennþá aðgangsharðari hvað varðar uppbyggingu innviða á landsbyggðinni. Ofanflóðasjóður er starfræktur en það vitum við sem að höfum setið fundi hjá sambandi sveitarfélaga á Austurlandi að ár eftir ár höfum við verið þar með ályktanir framlög aukin framlög úr ofanflóðasjóði og það hefur vægast sagt verið erfitt að fá þau fram. Það er vonandi að þessir voðalegu atburðir sem urðu í morgun og svo það reiðarslag sem hér varð í raun og veru fyrir jólin verði til þess að menn svona girði sig svolítið í brók með þetta og seti fjármagn í uppbyggingu á landsbyggðinni. Annars langaði mig til þess að biðja bæjarstjóra eða forseta að auka mér leti varðandi lið 2 þar að segja ákvörðun lánasamning. Ég sé að þetta er í samræmi við fjárhagsáætlun og þetta er væntanlega vegna fimleika hússins sem svo er stundum kallað, þar segja viðbyggingar og íþróttahúsið. Mér langaði að spyrja eða fá það kannski staðfest og spyrja jafnframt hvort að menn telji að þetta sé eitthvað sem að hefði þurft að bera undir önnur sveitarfélög sem við erum að fara að sameinast við eða hvort að menn telji að þetta sé af því að þetta er í takt við fjárhagsáætlun að þá sé ekki ástæði til þess. Sömuleiðis langaði mig aðeins til þess að fá að taka til máls undir lið 9 sem að rataði nú í fjölmiðla hér á dögunum, það er að segja skiptingu leigugreiðslna milli landeigenda og biðja sömuleiðis forseta að staðfesta þann skilning minn að hér sé að ræða skiptingu leigugreiðslna á milli þessi sveitarfélags og fjármálaráðuneytisins ef af framkvæmdum verður, það er að segja það er ekki búið að taka neina ákvörðun það að Geitdalsvirkjun fari verði í Geitdalsárvirkjun, heldur er þetta eingöngu samkomulag sem að gildir ef af framkvæmdum verður. Ég kannski að því að manni virtist svona í almennum umræðu að það var ekki alveg ljóst í huga fólks. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Það er löst og Björn Ingimarsson bæjarstjóri. Forseti, góðu fundamenn, vegna framkominna fyrirspurnar, bæjarfulltrúa Bjargar Björnsdóttur, þá bara svara því að jú, það er alveg rétt eins og Björg bendir á, þetta er lántænka í samræmi við samþykkta fjárhagsáætlun og það er líka rétt að þetta tengist í rauninni við ákveðum að flýta greiðslum í tengslum við fjármögnun og framkvæmdum íþróttamiðstöðvarinnar. Þetta kallar ekki á samþykki í rauninni að við leggjum þetta fyrir til samþykktar hjá hinum sveitarfélögunum í og með að þetta hefur engin áhrif á fjárhagsáætlun. Þetta er bara í fullu samræmi við gildandi fjárhagsáætlun. Ef við værum að tala hins vegar viðauka og breytingu, þá er eðlilegt að senda þetta hinum sveitarfélögunum tilkynningar og afgreiðslu. Og já, ég sé að það er forseti gerir sig tilbúin til að svara seinni fyrir spurninni, þannig að ég læt þetta duga. Takk. Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu. Stefán Kári Sveinsson, bæjarfulltrúi Þórsarveg. Forseti, ágætt að funda fólk. Ég er hér til þess að svara seinni fyrir spurning Bjargar Björnsdóttur bæjarfulltrúi og ég vil bara svara því einfaldlega að ég staðfesti þennan skilning. Og það er kannski óhætt líka að það komi fram einmitt að þær orðalagsbreytingar sem að bæjar og óska eftir að gera á drögum að þannig snúa því að skýra þetta.
þetta hins vegar liggur í hlutarins eðli í rauninni. Þetta er bara útfærsla á þegar gerðum samningum sem að sveitarfélagi hefur þegar staðfestar sem að snúa að verði fyrir nýtingu vatnsréttinda og landnot ef af verður. En af því að eigendur og umráða aðilar vatnsréttinda eru tveir og sá samningur gekk alltaf út á það að það er ein leigugreiðsla og síðan myndu þá þessi tveir aðilar skipta í sín á milli og nú liggur það þá fyrir að því gefnu í rauninni liggur það fyrir svo skipting. En þetta er allt með fyrirvara og í rauninni hef ég litið svo á að það sé sjálfur sér bara ágætt fyrir málið allt að þessi hlutir einmitt sé á borðinu þegar ákvörðun er tekin, af því þá fara maður ekki í grafgötur með það hvaða fjármunir við erum að tefla á þessum enda og þannig að þetta er þá bara skýrt og klárt en alltaf með þeim fyrirvara að ef af verður þá er þetta það sem maður tekur. Stefán Páll Sveinsson hefur lokið máli sínu. Orðið er laust, það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Ef svo er ekki, þá loka ég mælendaskrá undir þessum þriðja lið og bókað er að fundargerðin sé lögð fram í bæjarstjórn. Það þá næst fjórði dagskrárliður, það er fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs 497. fundur. Bæjarráð fór ekki með fullnaðarafgreiðslu umboð á þessum fundi. Því er fundargerðin lögð fyrir hér í 4 liðum. En enginn þeirra hins vegar er tekin út til sérstakrar tillögugerðar hér í bæjarstjórn en aðeins er undir lið 4 og 4 gert ráð fyrir afgreiðsla bæjarráðs staðfest en orðið er laust undir þessari fundargerð ef einhver óskar eftir að taka til máls. Ef svo er ekki þá loka ég mælendaskránni og þar með höfum við lokið umfjöllun þennan lið og göngum til 5. liðar. Það er fundargerð ungmennaráðs Fljótsdalshéraðs 8.500 fundur ársins. Þetta máls tekur Björn Ingimarsson bæjarstjóri. Forseti og góðir fundarmenn. Það er hér liggur fyrir fundargerð ungmennaráðs frá 8.500 fundi og svo fundargerð er í 5 liðum og þar eru 2 teknir út. Það er liður 5.3, kosningar í nýju sveitarfélagi 2020. Á fundi ungmennaráðs kom fram að ráðið stefnir að því að halda skuggakosningar í tengslu við sveitarstjórnarkosningar og eins að reynt verði að vekja sem mesta athygli ungs fólks á kosningunum og þeim framboðum sem bjóða fram. Eins að hvetja til kosningaþátttöku ungs fólks í sveitarfélögunum öllum og eftirferðandi tillaga er lögð fram. Bæjarsveit fagnar fyrirhugaðri aðkomu ungmennaráðs að undirbúningi sveitarstjórnarkosninganna í vor og hvatningu þeirra til ungs fólks þátttöku í þeim. Og síðan er liður 5.5, gjaldskrá íþróttamiðstöðvar fyrir ungt fólk. Fyrir fundi ungmennaráðs lá nýsamþykkt gjaldskrá íþróttamiðstöðvarinnar á Egilsstöðum. Ungmennaráð Fljótsdalshéraðs leggur það til að líkt og nú hefur verið samþykkt að ungmenni að 18 ára aldri fái frítt í sund, þá verið einnig frítt í héraðsstrekk fyrir þennan aldurshóp og eftirferðandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að vísa málinu til íþrótta- og tómstundanefndar til afgreiðslu. Fundargerðin öðru leyti lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust undir þessum 5. lið. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls? Ef að svo er ekki, þá er mælendaskrá lokað og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Fyrst er það liður 5.3, kosningar í nýju sveitarfélagi 2020. Þar er tillagan borin upp eins og var lesin og kynnt í ráðan þeir sem samþykkja gefur merki með því réttu föndur. Takk fyrir, það er samþykkt samþykkt. Og þá næst liður 5.5, gjaldskrá íþróttamiðstöðvar fyrir ungt fólk. Tillagan þar er borin upp eins og var lesin og kynnt í ráðan þeir sem samþykkja gefur merki með því réttu föndur. Takk fyrir, það er samþykkt samþykkt. Við höfum þetta lokið yfirferðið þennan 5. dagskrárlið og göngum til hins 7. Það er beiðni umsögn rekstrarleyfi fyrir gistihúsið Egilsstöðum. Fyrir liggur umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Austurlandi vegna umsóknar rekstrarleyfi fyrir sölu gistingar og veitinga í flokki 4 í gistihúsinu Lake Hotel Egilsstaðir.
Umsækjandi er Egilsstaðahúsið EHF, forsvarsmaður Gunnlaugur Jónsson. Fyrir liggur jákvæð umsögn byggingarfulltrúa en umsögn frá Heilbrigðiseftirliti Vesturlands hefur ekki borist. Eftirfarandi tillaga er lögð fram með vísan til 4. málsgreinar 10. greinar laga nr. 85/2007 veitingastaði, gististaði og skemmtanahald veitir bæjarstjórn jákvæða umsögn og staðfestir jafnframt að staðsetning staðar sem umsóknin lýtur af sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segir til Bæjarstjórn bendir á að eldvarnaeftirlitið og vinnueftirlitið skila sínum umsögnum beint til sýslumanns. Orðið er laust undir þessum lið og einhver óskar eftir því að taka til máls. Ef svo er ekki, þá loka ég mælendaskrá og ég ber þá upp á tillögu sem ég las hér áðan þessum samþykki gefur merki með því rétt þannig. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóð. Og þá er það næst 7. dagskrárliður, það er kosning fulltrúa í embætti stjórnar og nefndir á vegum Fljótsdalshéraðs. Já, það er ekki maður að þetta er ágætt. Samkvæmt samþykkt bæjarstjórnar hefur Alda Ósk Harðardóttir verið í leyfi frá nefndastörfum og gildir það til 31. mars 2020. Hún hefur nú óskað eftir að snúa aftur úr leyfi. Því er eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að áður samþykkt leyfi Öldu Óskar verði stytt þannig að því ljúki frá deginum í dag. Alda tekur því aftur sæti sem varamaður D-lista í fræðslunefnd í stað Einars Tómasar Björnssonar sem situr til hlutverki meðan hún var í leyfi og sem varamaður í atvinnu- og menningarnefnd í stað Ásdísar Helgu Bjarnadóttur sem var varamaður D-lista meðan Alda var í leyfi. Aðeins til skýringar, reglan er sú að tímabundið leyfi ber að einmitt festa í tíma og þarna í þessu tilfelli var það gert með þessum hætti til 31. mars. Það liggur fyrir að einstaklingur sem er í leyfi getur ekki ákveðið sjálfur að koma aftur úr leyfinu en ég liti þannig á það eins og það er að bæjarstjórn sé frjálst að gera bókun að leyfi sér stytt. Þannig að þess vegna liggur þessi tillaga fyrir en orðið er annars laust en einhver óskar eftir að taka máls. Ef svo er ekki, þá er mælendaskrá lokað og ég ber upp á tillögu sem ég las hér áðan. Þeir sem samþykki hana gefur merki með því réttu þannig. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóð. Og við höfum